Guðmundur Kristjánsson, vertu hjartanlega velkomin í sjókasti og þakka fyrir að koma. Já, takk fyrir, sömuleiðis, gaman að koma hingað. Það er ekki á hverjum degi sem að maður fær kannski að skyggnast í svona þína persónulegu hlið og það er það sem ég ætla að reyna að byrja allan á í þessu viðtali. Segðu mér Guðmundur, ég allan að persónulega tengið svolítið við Rif á Snæfellsnesi. Hvaðan kemur, hver er Guðmundur Kristjánsson? Ja, ég er fæddur upp alveg á Rif á Snæfellsnesi. Fæddur þar árið 1960 og í heimahúsi bara hjá mamma og pappa. Mamma og pappi byggja húsið seinni hluta árs 1959 og flytjum áramóti 1950-60 á Rif. Og er eiginlega fyrstu svona aðkomu fólki sem flytur á Rif. Og þarna elst ég bara upp. Og er ekki mikil byggð á þessum tíma á Rifi? Nei, það var tiltölulega fá hús. En svo byggst töluvert upp næstu svona 10-15 árin. Það var komið upp í svona 150 manns. En það kom landshöfn sem að höfnin á Hellisandi var í Krossavík, en það voru mikla grynningar fyrir framann, þannig að höfnin sem bóndinn á Rifi, Friðþjófur Guðmundsson, hann gefur ríkinu landið sem hann átti í kringum höfnina gegn því að ríki myndi byggja höfn og þess vegna var Rif kallar landshöfn í áratugi. Ríkið átti og Þorlákshöfn var líka landshöfn. Og en þetta voru fengsalmið fyrir utan og þannig að pappi kaupir sinn bát 1956, kemur hann í ársbyrjun 56 frá Danmörku, tjaldinn, og hann býr þá í Stígshólmi, en hann sá það fljótt að það var miklu betra að gera út frá Rifa, miklu styttra á miðin, svo hann flytur úr Stígshólmi út í Rif áramóti 1959-60. Og þannig byrjar í raun og veru þessi búskapur á Rifi hjá þér eða þinni fjölskyldu og foreldriðinum vegna þess að pappiðin vildi komast skemur út á gjöful fiskimið. Já, right. Og gegnum aldirnar og eins og 14. og 15. öld það eru til bara heimildir það að Rif var einn besta verstöð á Íslandi. Það var Rifið eins og Rifið nefnt eftir, það var svona grjótrif sem kemur út og svo var Hólmgensáin og þar var gott skipalagi fyrir innan. En svo fylltist skipalagið að sandbörði frá Hólmgensá og öldunum og svo lagðist þetta niður. Þannig að þegar höfnin byggð þarna 55-60 þá þurfti bara að moka sandinum upp. Og þess vegna frá náttúruhendi er Rif alveg stórkostleg höfn. En þú segir að það byggu ekkert sérstaklega margir þarna á þessum tíma eða svona 150 manns. Þegar ég var svona úlingur. Þú ert orðinn úlingur. Hvernig var þá að alast upp í svona litlu samfélagi og segðu mér aðeins frá svona heimilisaðstæðum? Kemur úr stórum systkinahópi eða? Nei, ég er miðjubarn. Hjálmar bróðir fæddur 58 og ég er 60 og Sigurós systir mín 1962. Og við ölumst þarna upp og það var bara fínt að alast upp á Rifi, alltaf bara náttúran og maður var niður á bryggju og svo gerist það að það var oft erfitt að vera útgerðarmaður því að pabbi seldi kaupfélaginu fisk og kaupfélagi borgaði kannski bara fiskinn til útgerðarmannsins þegar þeir áttu pening, en það var alltaf að borga launin til sjómanna. Og svo fór pappi á síld og kannski fór í burti í marga mánuði og þá var mamma ein með 3 lítil börn og það var engin vegur fyrir Ólafsvíku henni þannig að læknirinn hann þurfti að koma þá milli Flós og Fjöru og þegar ég fæðist til dæmis þá var hjúkrunarkona þarna bara og ég ljósmóðir, sagt þér. Já, sem að tók á móti þér? Já. Og við þurftum að sæta sjávarföllum til að komast inn í Ólafsvík. En svo var þetta að keyra fyrir Nesi hrauni og það var ekki auðveld leið. Þannig að Hellisandi var tiltölulega og Rif voru svona einokkur svæði. En svo kemur Lóranstöðin hérna á Gufuskálum sín tíma og þá svona kemur pressa á miklu betri samgöngur. Og það var mikið happ fyrir okkur að fá Lóranstöðina því að það kom svo mikið að tæknimenntuðu fólki sem fluttist í þetta litla sveitafélag og það þýtti það að þau fóru inn í félagslífið, leikfélagi, við fengum bíó mjög snemma og það var tæknimaður frá
á Lórastöðun sem sáum bíómyndirnar, eða þess að bíóið já. og Lion og íþróttir og þannig að mín uppvæstar ár þá var mikið að tæknimentuðu fólki á Hellissandi í þessu litla þorpi. En hérna, sko, ég hef náttúrulega fylgst með þér lengi og hérna veit að það gustar stundum þig. Var fyrirferð í þér strax svona að þú varst ungur drengur? Nei, mamma sagði alltaf, ég var nú mjög stiltur og hlítin ég alltaf bara. Þannig að ég segi átt svona miðjuböld, þau þurfa að vera svona sáttasemjarar og svo hefur komið góðu vegur inn í Ólafsvík og þá sagði ég oft að ég þurfti oft að stilla á frið á milli Sandara og Ólsara. Við Rifsarnu vorum á milli. En hvar gefstu þá í skóla? Það var skólabíll út á Hellisand. Já. Þannig að við fórum þangað og við vorum keyrð það maður alltaf bara til hádegis. Já. Og svo skóla á laugardögum og þetta var bara fín skólaganga, góðu grunnskóla Hellisandi. Og ekki hrepparígur þarna á milli bæjana eða þannig? Nei, ekki rif Hellisand og Guðuskóla. Nei. Það voru 3 byggðakjarnar og ég elst ekki upp í rífi Ólafsvík til þess ekki heldur sko. Við spilum fótbolta með Ólafsvík og það var yfirleitt aldrei vesen. En segð mér hérna, þú gengið þá bara í skóla þarna ásamt öðrum börnum á svæðinu. Svo á sumrin hefur ábyggilega hérna kynst eitthvað einhverjum störfum í tengslu við útgerð pappa þíns. En þess að nú oft svo hérna klísja sko að hérna þessi típiska stereó ímynd af kaupa hérnum og einhverju stórbokkum að þeir hafa aldrei dýft höndin í kalt vatn. Hverju myndir svara því? Nei, pappi kemur í land þarna 1964-5. Þá stofnar hann litla fiskverkun heima og við ólumst upp í fiskverkunni og á bryggjunni. Mamma var það líka þátttakandi með honum í þessu og eftir á sá ég að mamma rak eiginlega bara fiskverkunni með pappa bara eins og sveitabíli. Mamma kom úr sveit og pappi kom úr Hólmunum og pappi hans var verkamaður í Hólmunum og mamma ólst fyrst upp í Villingadal sem hefur afdalu fyrir hann Haugadal og svo í Haugadal og það var ekki mikið peningar á þessum tíma en fólk vildi, þetta voru stoltir Íslendingar og fólk vildi vera með fjárhagslega sjálfstæði. Mamma sagði alltaf okkur að þið þurfa að vera fjárhagslega sjálfstæð en það þýr ekki að eiga mikla peninga heldur, þú þarft ekki líka að taka lán, það er hættulegt að taka lán og það var ekki vinsælt á mínu heimili að taka mikið af lánum. Þannig að ég elst bara upp í saltiskökunni á pappa og skreiðaverkun og við unnum bara öll störf bara fyrir 10 ára aldur voru konið niður til. Já, bara öll familjan og mamma og þið sískinin. Já, svo kom bara vertíðamenn á veturnar þegar aflinn kom og svo voru við kannski að þurrka saltfisk á haustin og við vorum að sólþurrka. Ég vann við það mörg sumar að sólþurrka saltfisk. All right, þannig að það hrekur alveg svona þessa staða límynd að þú hafir ekki dýft höndin í kalt vatn. En fórstu til sjós líka? Já, ég fór aðeins, ekki mikið. Mamma var svolítið hörð á því að vildi ekki hleypa okkur bræðrunum út á sjó. Ok. En ég fór nú, ég kláraði nú landsprófaða heima og þá eftir það fór ég í Reykholt og var þar 1 vetur og mamma myndi endilega senda mig í samvinnuskólan. En ég hafði spilað fótbolta við Bifröst þegar ég var í Reykholti og mér fannst það ekki sérstaklega góður í fótbolta því ég spilaði fótbolta með Ólafsvík þannig að Víking Ólafsvík þannig að ég fór bara í Vestló spurði mömmu ekki að því, tók 2 vetur í Vestlandsskólanum en mér leittist það svolítið þannig að ég átti hún 1 met í skólanum, ég var alltaf mest veikur í bekknum það var þegar ég samdi við mömmu sko að þá var það þannig að ef foreldrar hringdi inn tilkynnti veikindi þá virkaði það þannig ég fór átt heim á miðvikudags eða 50 kvöldum og fór bara að vinna alltaf með pappa og mömmu og tilkynnti mig veikan. En hvað leiddist þér í Vestlandsskólanum? Ég held bara að ég hef ekki haft nógu góðan grunn til að ég var mjög lélegur í dönsku og ensku og var ekkert svona mikill námsmaður í skóla ég var nú gaman af sögur reyndar og las mikið en enska og íslenska og starffræðin var í fínni. Ég held bara, ef maður kemur til Reykjavíkur svona út á landi og ert ekki með góðan grunn, þá þarf það að vera svolítið öflugur til að komast í gegnum þetta. Þannig að ég ákvað bara
tók þetta bara svona hörkunni þess að 2 vetur og svo eftir verslunarpróf þá fór ég bara heim að vinna og fór þá á sjóinn og fór á vorverti á netum, vorum í Suðurkantinu með sem 6 tómur yfir, þeir sem skilja það og svo hausti þá fer ég að beita og við förum í siglingu og við siglum til Flítút og svo fór ég á netabát og við siglum til Hull. En ég var alltaf bindist maður á áfengi, þannig að þegar við vorum á þessum stöðum þá er alltaf fylgjast með Londonköllunum. Já. En það gekk illa að tala ensku við á, ég var ekki nógu góður í ensku. Okay. Og svo þegar ég kem heim í desember og þá fyrir til Reykjavíkur og hitti málaskóla Mímir, skólastjóran, og spurði hvernig það geti ekki reddað með skóla í Bretlandi þess að geti verið 6 mánuði og hitt engan Íslending. Okay. Og hann fann skóla í Hastings, þannig að 79 að þá fer ég til Hastings og þær í 6 mánuði og læri ensku og fyrir líka að spila fótbolta með Hastings Town Football Club, ég var alltaf gaman á fótbolta og kem svo heim og fór þá aftur bara verti á pappa, var að vinna á Hausaranum og í því og svo sé ég ekkert auglýsingu í blöðum í útgerðartækni og þá fer ég aftur suður, þetta þá 81 já. Já, þá bara 21 árs gamall. Já, og þá fer ég út og þá kunni ég ensku. Þá varst mér gaman í skólanum. Já, það hefur breytt öllu. Já. Og svo var þetta voru 3 rannir, fyrsta hausten, svo áttur að vinna einhvers staðar annars, það í sjávarútvegi á næst veturinn. Og ég ákvað að ráða mig á verti til Grindavíkur, fór þá bara í Þorbjörnin og var á verbúð. Okay. Og var á verbúð þarna veturinn 82. Langaði til að sjá þá eitthvað út fyrir það sem að þú þekktir af rifi eða? Já, mér langaði alltaf til að skoða heiminn. Já. Ég var svona ævintýrakjarl sko. Já. Og átti fínan tími í Grindavík og var að vinna þarna og svo var ég var ekki að spila fótbolta fyrst en svo var léleg veiði fyrstu 2-3 vikurnar í janúar þá spurði ég vextjóran hvort þið væri að spila fótbolta í Grindavík og hann hélt það nú og sagði mér að mæta bara æfingu þannig ég æfði þá fótbolta með þeim veturinn og sumarið, Grindavík. Varstu hörku fótboltamaður? Hefur þú getað lagt það fyrir þig? Nei, ég veit það ekki. Ég var allavega hvað sem besti knattspyrnum var Grindavík haustið. Næs. Já, og það kannski leiddi svolítið til að Hörður Hilmarsson sem var gamall landsliðsmaður, þjálfaði okkur í Grindavík, mjög góð þjálfari og svona ægi og hann plataði mig þá í Val þegar ég kem til Reykjavíkur haustið 82. Já. Þá fer ég að æfa með meistaraflokk Vals. Var það þá sem þú fluttur til Reykjavíkur til þess að fara í útgerðartæknina? Já, það var seinna árið. Já, seinna árið. Já, og þá æfði ég bara með Val. Ég hafði reyndar æft með Fram þegar ég var í Vestlandsskólanum. Þegar Ásgeir Elíasson þjálfaði okkur í Víking Ólafsvík. Þau voru í 3. flokki og þá fórum við beint í úrslitaleik í 3. flokki. Já. Og ég kunni mjög vel við Ásgeir og gaman að æfa með Frömmuruna. Já. Og ég segi nú svona oft í gríni sko að við vorum 4 Guðmundar í bekk í Vestló og svo voru 4 Guðmundar líka að æfa með Fram þegar ég var í öðrum flokki. Og það var Guðmundur Torfarsson sem endaði sem landsliðsmaður, Guðmundur Steinsson sem líka var landsliðsmaður og Guðmundur Baldursson sem spilaði líka landsleiki og svo ég. Og mér þótti ég ekkert verið síður en þeir í fótbolta en ég fór alltaf heim að vinna á sumrin og þeir skildu það ekkert hvernig gæti ég var heim að vinna stann fyrir fótboltanum. Já, það láð þarna fyrir að þú varst ekkert að fara að feta þá slóð að gera atvinnumaður í fótbolta. Nei, svo þegar ég er að æfa með Val þarna veturinn 83 að þá kemur einhver maður inn á æfingu okkur og segist að leita að nemendum til Bandaríkjanna til að spila fótbolta. Já. Og ég sagði bara að ég var alveg til í það. Og þá fekk ég fótboltastyrk til að fara í háskóla í Bandaríkjunum þarna sumari 83. Er þetta þegar þú ert búin þá með útgerðartækni? Já, ég kláði útgerðartækni vorið og svo sem verið að spila fótbolta með Val þá fór ég bara til Bandaríkjanna í háskóla. Ok, þú langt á undan þinni samtíð að fara út á fótboltastyrk. Já, það var nú ekki ár en þetta var gaman og spila þar 1 ár í Rockford, Illinois og svo, það var alltaf engin útgerð, þetta var inn í miðjum Bandaríkjanna og svo voru Portugalir
sem voru frá Massachusetts á svona sjóvarafjölskyldu og þeir segja mér ég ætti bara flytja mig yfir á Austurströndina okay. og þá fundir eitthvað fótboltaþjálfara í Salem Já. í Massachusetts Já. og hann ræddaði mér inn í Salem State og þar kláraði ég námið, háskólanámið og spilaði fótbolta sem sokkar þar. Og hvað nám var þetta sem að þú Ég fór í viðskipta og markaðsfræði. Viðskipta og markaðsfræði. Já. Varstu ekkert að velta fyrir þig þá á þessum tíma að þú yrðir myndir basla í útgerð eða var það enda markmiðið? Já, það var náttúrulega því ég elst alveg upp í þessu heim á Rifi og ég var alltaf mjög hlýðinn drengur, ég hlýddi alltaf mömmu sko. Já. Og svo þegar ég klára 86 þá alltaf ég nú aldrei að fara heim til Ísland, mér leið svo vel í Ameríku. Já. Og en þá var komið kvótakjör í Íslandi og þau hringdi í mig, mamma og Hjálmar og ég ákvaða að fara heim í 1 ár og kem þá heim sko hausti 86 og þá var kvótakjörðu komið á og ég elskaði bókasöfnin í Ameríku svo gaman að lesa. Ok, hvað lastu helst? Allt mögulega, allt sem ég gat, helst svona tímarit, þá vissi ég hvað var að gerast í svona nútímanum. Já. Og svo segi ég bara það að þetta kvótakerfi er komið. Okay. Og 88 manni annarkvæmt Halldór Ásgrímsson eða Kristján Ragnar sagði mér að þetta kvótakerfi komið til að vera þú fættist bara seint og þið verður bara að vinna eftir þessu. Þá fór ég heim og sagði fólkinu þetta heima og þá ákveðum við bara að kaupa veiðiréttin að því Rif fekk mjög lítinn veiðirétt 84 það var svo mikið að vertíðabátum sem komu á Rif og fiskiskipi fekk veiðiréttin. Ég er búin að reyna að leiðrétta þetta yfir 30 ár á Íslandi að það fengu engin menn veiðirétt. Það var alltaf fiskiskipi. Á skipi sem að fekk veiðirétt og í raun og veru með tilkomin kvótakerfisins var verið að skerða rétt þeirra sem að langaði kannski til að veiða meira árið eftir. Já, hann má ekki gleyma því að eins og tjaldurinn sem pappa átti heima að hann fekk 40% skerðingu frá 1983 til 84. Út af það var að vera að skera kvótan svo mikið niður. Þegar að kvóta niður heildar aflarheimildi í þorski. Já. Og þegar ég kem heim þá er tjaldurinn bara að róa cirka 3 mánuði ári þá er hann bara bundinn og allir eru að finna sér eitthvað annað jobb og svo byrjuðu við bara á línunni í nóvember. Mér langar að heyra nefnilega betur þetta varandi svona arfleiðina og útgerðarsögu pappa þíns eða fjölskyldunar sem að þið tókuð öll þátt í að byggja upp og starfa í og einhverju myndu segja hversu ósangjant sem að það kann að vera að þú hafi bara fengið allt upp í hendunar og bara einn daginn hafi Brim HF byrst á bankabókinni hjá þér og allt þetta. Getur þú tekið mig aðeins í gegnum þetta tímabil? Kvótakerfið sett á, þú ert að koma úr háskólanámi. Já, ég kem 86, kvótakerfið sett á 1984. Þannig ég segja alveg með góðri samvisku, ég ber enga ábyrgð á þessu kvótakerfi. Þetta var komið á áður ég kom heim. Já. Og en við áttum bara okkar litla fyrirtæki, pabbi vildi ekki skulda mikið. Nei. Þannig að þegar kvótakerfið kemur á 84, þá fengu þeir mesta kvótan sem skulduðu mest. Af því þeir eru langstæðstu skipin. Útgerðin var á haustnum og þess vegna fekk bæjarútgerðirnar stæðstu kvótana að þeir höfðu bestu hluthafana sem voru bara skattgreiðendur í hverju bæjarfélagi fyrir sig en útgerðin hún skapaði atvinnu í hverju bæjarfélagi að því það vantaði atvinnu í þorpin út á landi og þess vegna var svo mikilvægt að eiga fiskiskip að því fiskiskipið var atvinnu verkfæri bæjarbúa. Allir höfðu vinnu kringum togaran eða kringum bátinn og svo kemur þessi mikla yfirlýsing frá Hafró að það sé ekki endalaus fiskur í sjónum og það þarf að fara að skera niður veiðiréttin. Þá byrjar þessi kvóti, þau koma aðeins með fyrirtæki á pappa og mömmu og við áttum bara 1 bát tjaldin og bara lítið dýbisku vertíðabát þannig að Rif fekk ekkert mikið kvóta í upphafi en að því við fórum svo að kaupa kvótan þá tímtum við ekki sóanum þannig þá erum við að fara rosa vel með og við unnum bara eða aftur eins og hagfræðingarnir sögðu þeir sögðu, kvótin verður að ganga á kaupum og sölum og það er lykilatriði að bestu Íslendingarnir á hverjum tíma reki útgerðina það var hugmyndafræðin á bakvið þetta. Á þessum tíma ertu til í að rifja það upp með mér í heildar heimildir í þorsk
þorski, hvað erum við að tala með? Við förum úr 500.000 tonnum Já. og neðst förum við niður 160.000 tonn. Og í dag erum við Réttur 200. Réttur 200.000 tonn. Já. Þetta sko, maður velti fyrir hvað hefur gerst á þessum tíma sko, á þessum 40 árum sem að frá því að kvótakerfi var sett á. Nú erum við báðir tveir veit ég alltaf að einblína það að reyna að tala kvótakerfi á mannamáli svo að fólk skilji það sko. Já. Og svo við skiljum það sjálfi líka. En það sett á fyrst og fremst til þess að meðal annars til þess að tryggja það að við séum með endurnýjanlega nýtingu, með sjálfbara nýtingu þessara auðlindar, að við séum ekki að ofveiða fiskinn. En hvað veldur á þessum 40 árum við erum alltaf að sjá bara skerðingar? Sko, það var ekki bara sett fyrir fiskinn. Útgerðin var á haustnum og Ísland var innan gæsalappa bara fátækt land af því að það fór, hugsaðir að stórhluta skattekjum Reykjavíkurborgar fyrir að greiða niður útgerð. Þú þurfum að greiða niður óarbær störf. Var bæjarútgerð Reykjavíkur á þessum tíma svona skuldsett og slæmur rekstur? Já, og hringir ykkur landið sko. Og tógarinn, það var dýrt að vera með stóran tógar í litlu þorpi. Það var ekki til vélsmiða. Svo veitur og titti sko. Hvernig þetta titti, veitur bara smáfisk og vestfæra með. Svo eru menn að reyna að salta smáfiskin. Það er ekki gott að salta smáfisk. Það er mikið vinnulaun við það. Og kaupandinn vill borga miklu hærra verð fyrir stóran saltfisk. Þannig að ég elst upp í heima að pabbi til dæmis, hann vildi ekki kaupa í togaranum ár sem var keyptur í Ólafsvík af því hann sagði togarafiskur passar ekki í saltfiskökun. Akkurat. Það er best að hafa saltfiskin stóran og þannig farið hæsta verðið og veiðir hann bara þegar fiskurinn kemur upp á ströndinni og ég meina, ég var alltaf svo skeptiskur að vera með miklar tóveiðar á grunnslóð og reyndar hef ég aldrei skilið mína félaga síðustu 30 ár út á spurningunni akkur alltaf minka kvótan að mér finnst það bara svo gefa alveg augljósa leið ef þú ert að veiða á grunnslóð og það sem er viðkvæmt botnlíf og annað og kemur með þessu stóru veiðarfæri þá klárar þau bara aflan við getum farið allan heim og séð þetta en tógveiðarfæri á kannski dýpinu þar sem fiskurinn að ganga yfir það er allt annað og þessna höfum við Íslendinga verið með friðursvæði en sko svo í síðust ár þá er hægt að gera mun á veiðarfærum ég held að við höfum algjörlega vanmetið hvaða veiðarfæri eru hagkvæmust á hverjum stað það er ekki hægt að sum veiðarfæri virka vel á þessu veiðisvæði eða þessa fiskistofna en það er ekki gott að fara með á önnur svæði. Akkurat, það er eins og við höfum týnt þessari lógík á bara örskömmum tíma því að nú er eins og það kemur alltaf upp svo umræða úr ákveðnum áttum að tógveiðar það er litið svolítið svart og hvítt á þetta við hefum bara veiða allan fisk á krókabáta eða eitthvað og tógveiðar eru hræðilegar en við erum búin að vera í 100 ár að veiða fisk með sem sagt bottvörpum á tógurum á í raun og veru sömu renningunum út á Vestfjarðamiðum, út á Hala aftur og aftur þar sem eru mikla fiskgöngur en ekki neina hrygningarslóðir og þá velti maður fyrir sér sko hvað gerðist þarna, nú eru svona cirka 10 ár síðan að komu 3 mílna bátar svo kallaðir, þar sem maður verið að veiða með á tógurum, verið að toga alveg upp að 3 mílum frá landi á grunnslóð var þetta hugsunarleysi eða djarft? Ég held sko að það sem við gerðum mistök 1984 að láta Hafrannsóknastofnun vera algjörlega ríkisstofnun. Ríkið tók að sér skráningarnar og rannsóknirnar. Við greinin tók að sér erfiða hlutverki að fækka fiskiskipun, fækka fiskunnstöðum reyna að hækka laun þeirra sem eru og en Hafró hefur vaxið án þess að koma meiri skilvirkni og Hafró hefur alltaf neitað að fara með okkur í vinnu svo hvaða veiðarfæri eru hagkvæmust á hverjum stað og á hvaða tíma Hafró sagði við erum bara að telja fiskan í sjónum
og segja hvað með veiða mikið, svo kemur okkur ekkert við hvernig þið veiðið þetta. Akkurat. Og þarna hef ég verk að vinna við mína félagsmenn í dag, að því að Þína félagsmenn í SFS. Já, að við erum með veiðiréttin í dag og það þýðir það að við þurfum að sýna ábyrgð hvernig við nýtum þetta. Og ykkar hagur. Já, bara þjóðarhagur. Já. Það er okkur að kalla í þjóðina. Já. Að því að líka, að því að að það var alltaf verið að búa til ný og ný trillukerfi og trillukerfin eru rosalega óhagkvæm fjárhagslega og það voru mikið að slysum og banaslysum á litlum bátum hérna og fer 100 ára aftur í tíman. Akkurat. Þannig við vildum ha stór og örugg skip. En við höfum fest í rifrildi hver á veiðiréttin. Og auðvitað núna í Reykjavík, sko 90% af fólkinu í Reykjavík, það er ekkert inn í sjávarútvegi. Þetta er bara eitthvað vesen, þetta er leiðilegt, það er allir að rífast eitthvað. Svo fáum við alltaf nýjan sjávarútvegsráðherra núna á 2 til 4 ára fresti og allir að koma með nýja stefnu og allt nýtt. Þetta er sem með fótboltanum, ég fer aftur í fótboltan, að nú ætla Ísland að vera með sér reglur í fótbolta á 2 til 4 ára fresti, að þeir sem koma á landsbyggðinni, eða þeir sem eru á trillum, þeir þurfa ekki að vera undir almennum fótboltareglum. En svo hérna þegar vorum að tala hlutverk Hafrannsóknastofnunar í veiðiráðgjöfinni, og þú nefnir þetta með ráðherrana og tíðar hérna útskiptingar á þeim. Já, og stefnu. Þeir kemur með sína stefnu. Þá rifjastu fyrir mér einmitt hérna auðlindin okkar sem var stórt og viðamikið verkefni sem að Svandi Svavarsdóttir réðist í sem matvælaráðherra. Ég kalla það reyndar alltaf bara sjávarútvegsráðherra. Já, ég ger hann líka bara. Já, þetta eiga sitt eigið ráðuneyti en gott að blessa. Þar var átt samtal við þá sem að starfa í greininu, við hérna sem sagt þá sem að sækja sjóin, þá sem á skipunum og við útgerðarmenn og aðra. Veist þú hvort það hafi verið hlustað á þessi sjónarmið í tengslu við veiðiráðgjöfina? Þegar nú þekkjum við eins og með djúpkarfan, þá voru skornar niður heimildir og svo segja skipstjórnarmenn, það er allt út í djúpkarfan og við getum ekki komist hjá því að veiðan. Já, ég svara bara fyrstu spurningunni með nefndina hann Svandísar. Já. Ég sagði strax við Svandísi, þetta var algjör della hjá henni. Auðlindin okkar, fyrstalega eru margar auðlindir á Íslandi. Okay. Það var að tala þarna eins og sjávarútvegurinn eina auðlindin. Svo skipa hann sjálfa sem formann og hún er pólitísk kona, hún var í pólitík. Hún var ekki búin að vinna í sjávarútvegi, hún brann ekki fyrir velferð sjávarútvegsins. Hún var í pólitík, reyna að fá okkur atkvæði. Skipaði sjálfan sem formann, svo var með 20 eða 30 manns í nefndinni. Ég held að það verið 2 eða 3 sem störfi í sjávarútvegi. Þetta var algjörlega gali nefnd. Það var ekki fræðilega möguleiki með að koma nokkuð vitrætt út úr þessu. Þannig að þetta er eitt mesta flopp sem hægt var að gera. En það held ég að flokkurinn hafa bara þurrkast út af þingi. Já. Heldur að það kannski hangi í hérna beinu fylgi við hérna auðlindin okkar eða bara hennar aksjónir í þessu ráðuneyti? Ég held það bara, ég held að núverandi ráðherra gætu lært svolítið af þessu. Af því þetta er eins og, þegar þú verður ráðherra, þá ertu bara eins og forstjóri fyrirtæki. Þú tekur þitt ráðuneyti og við erum í fjölskipað stjórnvald á Íslandi, þannig að sem þýðir eiginlega að hver ráðherra hefur mikið að segja sín málaflokk. Svo kemur þú inn í ráðuneyti og segir, ég ætla bara að breyta öllu núna á smá tíma. Og hver er þú? Hvað er reynslegu þú? Er þetta gert ykkur annars þegar heiminu? Nei, ég hef ekki hugmyndu það. Þetta er eftir Facebook-fæslun síðustu 2 ára. Og nú eða á stjórna Íslandi, milli þinga, eftir tilfinningum, eftir einhverju ímynduðu, hvað ég segja, meirhluta, þá, að því þú ert nú skipstjórnarmenntaður, þá siglur bara dallinu beint í strand. Það er ekki hægt að stýra heilu landi, heilli grein, eftir einhverjum tilfinningum og einhverju fólki sem eru ekki hugmyndum hvernig greinin virkar. Þetta er vandamál sjávarútvegsins. Við sjáum bara núna, það eru 3 frumvörp fyrir þinginu, ég bara kemur aðeins núna. Þau voru öll skrifuð í embættismannakerfinu, í framkvæmdavaldinu og það var ekkert samráð haft. Ég held að SFS hafi verið kallað okkur eitt fund og sagt, hvernig vil ég koma veiðigjöldunum 20-30 milljarða? SFS ekki svara því.
í gamla daga þegar við tókum eins og lögum stjórn fiska þegar framsali kemur þá skipuð nefnd 1988 sá sem fer fyrir henni ráðnistjórinn í sjávarútvegsráðuneytinu hann var löglærður maður og vissi allt sjávarútveg og hvernig þetta skrifa lög það var skipuð 20 fagaðilar allstar úr greininni sem voru að vinna í sjávarútvegi það tók á 2 ár að skrifa þetta og vinna þetta þeir skiptu sér 4 hópa svo voru minnihluta álit og meirihluta álit svo afgreiddi þingið þetta í maí 1992 Þannig að það var meira vandað til verka áður fyrir í svona þingstörfum og efnislegri meðferð mála og... Já, það skildi allir tungumáli. Nú er verið að skrifa orð inn í lög sem ekki nokkuð maður skilur. Svo kom bara þingmæti, þið verið bara að spyrja Hæstarétt að þessu. Já, þetta óboðleg vinnubráð. Það sko pólitískt landslag kannski öðruvis í dag heldur en þá. Ég velti einmitt fyrir mér á þessum tíma, við erum að tala fyrir 30-35 ára síðan ég rendi yfir lista yfir hagsmunaskráningu þingmanna frá þessum tíma fyrir ekkert svo lengur síðan og þá taldist mér til að svona aðeins meira en helmingu þingmanna hefði verið þá var ekki litið á þingmennsku sem fullt svona karrierstarf þá var meira en helmingu þingmanna í störfum sem kennarar sem sjálfstæðir atvinnurekendur lögmenn embættismenn, sjómenn, bændur, þetta var fólk héðan og þaðan úr samfélaginu. Ætla að sé minna, ef þú lítur yfir þingheim í dag, myndur segja að það endurspegli ekki þjóðina og atvinnulífið með sama hætti eins og áður? Nei, alls ekki. Þeir sem eru mest á móti sjávarútvegi í dag, núna þinginu, það er enginn unni í sjávarútvegi. Þetta eru fjölmiðlamenn sem eru með eitthvað svona bara, ég veit ekki hvernig að halda þetta, svona, þeir eru ekki í raunheimum. Nei. Þeir eru í athyglisheimum. Raunheimar og athyglisheimar. Og það gengur svo mikið út á það að fá okkur til að kjósa sig á 2 til 4 ára fresti, en ekki stefnu og standa við þína stefnu. Þess vegna er svo skiptuorðið í pólitíkinu vestræna heimi, ekki bara í Íslandi, að því að stjórnmálaflokkarnir hafi farið frá prinsippunum, einföld prinsip, reynum að láta íbúana gera sem mest í landinu, reynum að hafa ríki sem sterkast en ekki stórt. Ég með einfalda lausn á þessu. Ég tel að þingmenn ætti ekki að vera á fullu þingvarakaupi heldur að ætti að líta á þetta sem svona stjórnarsetu og ætti að fá bara ágæti stjórnarlaun fyrir að sinna þessu meðfram öðrum störfum. Þá væri þeir ekki jafn mikið að tryggja sér atkvæðin milli kosninga. Já, það var hægt að skoða Reykjavíkurborg. Já. Áður fyrr voru borgarstjórnar fulltrúarnir, starfsfólk út allan bæ. Það voru atvinnurekendur, það voru verslunarmenn, það voru læknar og það voru iðnaðarmenn og svo voru nefndirnar sem á Reykjavíkurborg og allar skipaður fólki út bæ. Á ákveðnum tímapunkti þegar Erlistin tók við, þá breyta skipulagi Reykjavíkur, segja það að allir borgarstjórnarfulltrúarnir verða að vera launum hjá Reykjavíkurborg, með ekki vinna neins staðar annars staðar, og þeir taki yfir alla nefndir. Og ég segi alltaf strax þá, á svona 20-25 árum, þá úrkynjast stjórnsýsla Reykjavíkur. Og byrju hvað búið að gera núna, að því að raunlega það sem gerist, að það verða allir borgarstjórnarfulltrúarnir á vinnulauni hjá borgarstjórunum. Þannig að allir stjórnarmenn, ef við tökum bara skráðfélag, þeir verða allir þá launamenn hjá forstjórunum. Já. Og hvernig heldur það endi í lokin? Það er engin málefnileg gagnrýni, þá má enginn hafa aðra skoðun, þá fer hinn hópurinn í fílu og ég er bara launalaus. Þetta er alveg galið system. Já, það veit ekki forstjórunum aðhald. Já. Af því að alþingismenn í dag, það liggur við að framkvæmdavaldið líta á alþingismenn í dag sem svona bara afgreiðslustofnun fyrir framkvæmdavaldið. Nú skrifa framkvæmdavaldið allskyns dellulög. Ég bara teki löginu svo núna tengda aðila sem eru skrifuð af embættismannakerfinu og lagt fyrir alþingi og við erum alltaf að bera okkur saman að því ég er nú búin að fara til Brussel og stúdera aðeins löggjafan það, hvernig er gera lögin og við erum að vinna þetta þveröfugt með hvað þeir eru að gera. Með við Brussel? Já, þó allt sé sagt slæmt Brussel, að því þú sér bara með samkeppnislögin, það eru lög samkeppniseftirlit í Íslandi. Akkurat í sjávarútvegurinn ekki falla undir samkeppnislög á Íslandi
alveg svo iðnaðurinn, verslun og þjónusta, bankagerinn, ferðaþjónustan, akkur að skrifa sér samkeppnislög sjávarútveginn og 99% okkar afurðir fyrir erlenda markað. Stoppum aðeins þarna, hver er munurinn á því hérna hvernig framkvæmdavaldið sér brim versus krónuna eða bónus eða eitthvað svoleiðis út frá samkeppnissjónarmiðum? Það í dag eru lögin þannig að Samkeppniseftirlitið verður að horfa á brim eins og hvert annað fyrirtæki í Íslandi. Okay. Þess vegna hafa ekki geta ákært okkur fyrir nein brot síðustu 10 ár, 15 árin. Að því við núna á að fara að skrifa ný lög. Þannig að sjávarútvegurinn á að vera með einhver allt önnur samkeppnislög en allar aðra greinar á Íslandi. Að hvað leyti? Er það eitthvað umfram þetta með eitthvað þak á aflaheimildum? Ég kan taka einfalt dæmi fyrir þig. Í alþjóðalögum samkeppniseftirlitið sem við erum aðilar að, það þarf að skilgreina markaðinn, svo þarf það að skilgreina samþjöppun og stuðul. Hann frá 0 til 10.000. Okay. Ef stuðlinn er 0 til 100, þá er engin samkeppni. 100 til 1500 stuðlinn, þá er bara allt í lagi. En fyrir 1500 til 2500, þá ákomur gullljós. Okay. Og mikil samþjöppun. Já. En allt í lagi samt. Ef þú fer yfir 2500, þá eru öll rauð ljós. Okay. Á Íslandi í dag er það þannig að smásölumarkaðurinn, hann er löngu komin yfir 3000. Já, af því að það er orðið að fákeppnismarkaði. Já, það er bara 2 eða 3 aðilar. Já. En þú ætti ekki að skoða bara hverjir eiga þessi fyrirtæki, það eru lífeyrissjóðirnir. Já. Og afkoman er alltaf góð á þessum fyrirtækjum, að þeir stjórna bara álagningunni. Já. Sjávarútvegurinn hjá okkur, ég held að við séum í 500 eða 600 stöðlinn. Í stöðlinn, já. Já, það er engin samþjöppun. Nei. Og ástæðan fyrir því að við erum ekki með samþjöppun, að brim má bara vera með 12% markaðshlutdeild á markaðnum. Já, sem sagt í aflaheimildum. Já. Og þó að við vissum ekki að samkeppniseftirlitið myndu búa þetta til samkeppnismarkað. En Hagar eða Festi eru kannski með 40-50% markaðshlutdeild. Hvað eiga lífeyrissjóðir stóran hlut í stærri útgerðarfélögum eins og bara í brimi? Þeir eiga tæp 40% í brimi. Þeir eiga tæp 40% í brimi. Það rýmar svolítið svipað við þessi stóru félög eins og Festi og Haga. Þeir eiga örugglega 80% þar. 80% þar, já. En ég hef sagt án ábyrgðar. En það sem ég bara benda á, að Samkeppniseftirlitið, það vantar stjórnar, þau vantar að vinna eftir lögunum. Og það vantar aðhald, það vantar stjórn á þessi apparat. Okay. Að því ríkið er að taka allt til sín og ríkið ræður ekki við þetta lengur. Eins og umræðinu núna, ég fór bara í fjárlög. Ríkið ætlar eða 1570 miljardum á næsta ári. Já. En með 1550 miljardar tekjur. Og það byggjast að þessi hagvöxtur. Og þessar deilur veiðigjöldin, þetta er bara eitthvað syndar mennska. Að því ríkið virðist vera óseðjandi ykkur svona apparat sem heldur að geta gengið endalaust í skatttekjur einstaklinga, samsköttun, endalaust skatt á fyrirtæki, að því ríkinu vantar pening. Það verður að hagræði ríkinu, ríkið á að vera sterkt en ekki stórt. Í dag er ríkið svo stórt að ræður enginn við þetta. Og vittu til, núna á næstu mánuðin, þegar sjávarútvegurinn verður komin út úr, þá fer allt í steik í ríkiskerfinu að því ríkið vantar endalausan pening. Ég þekki það á mínu heimilisbókhaldi að ef það kreppir á skóinn þá sko það fyrsta sem að við hjónin hugsaum með okkur er að við sleppum því að kaupa en jarðaberjaöskjur sko 2 í viku úr Costco og við sleppum kannski í utanlandsferðinu. Við byrjum að því að skera niður áður við förum að áður mér dytti til hugar að fara að bera út blöð á kvöldin til þess að hérna dríja tekjuna sko. Nákvæmlega. Þannig að það er strategíumunurinn kannski hjá ríkinu og svona skynsamlega þengjandi heimilum. Já. En þetta er svo þægilegt að nota sjávarútveginn sem svona einhver blóraböggul. Já. Og þetta er eiginlega bara, ég veit ekki hvernig að orða það. Þetta er einhvern veginn sko, ég held að sé bara því að við höfum bara mest verið í vinnunni, við erum ekkert í þessum fjölmiðlum endalaust sko. Við komum aðeins betur að þessu eftir smástöð. Mér langar aðeins til þess að
hérna rífa í handbremsuna, fara aftur í þann tíma þegar þú varst að byggja upp útgerð eftir þú komst heim frá útlöndum. Mér langar að forvitnast það á þessum tíma, eins og varst að tala það voru sveitafélögum voru að niðurgreiða í raun og veru bæjarútgerðir en samt líka stórar og stöndugar útgerðir voru að gera út eldri skip, gamla reiðkláfa, ég ætla nú ekki að alhæfa samt en hérna þegar ég var að feta mín fyrstu spor í sjómennsku sem fyrir svona 20 ára síðan þá fór ég neyra á Bryggju og þar gæti ég séð Brimnesi og Guðmundi Nesi sem að voru hérna spánný skip, flott skip, þau voru með mikla fjárbindingu, þú hafðir ábyggilega sko hérna bundi mikla peningaðum og þurfti kannski að taka drúg lán líka fyrir þessu skipakaupum og þau voru sérhæfð. Guðmundur Nesi var mest megnis á grálúðu á meðan þessar hinnar útgerðir sem ég var að nefna, það voru í svona fjölbreyttari og minna fókuseruðum veiðskap. Hvaðan komstu með þessa hugsun og hvað vakti fyrir þér og var þetta lykillinn að árangri hjá þér? Já, að því þegar ég er alast upp þá vorum við í saltfisk heima og saltfiskverkun á pappa gekk vel en við vorum bara í saltfisk. Frysthúsinu heima gekk líka alveg vel líka og þeir voru bara í frystingu. Stundum sögum þegar þeir fóru saltfisk þá vissu þeir ekkert hvað var að gera. Í Ólafsvík var til dæmis frysthús sem var bæði stórt í saltfiski og frystingu með togar og bátafisk og þetta var alltaf á hausnum. Og þarna sáum við og svo sá ég heima að í Stígshólmi voru skelbátar mjög góðir. Í Grundarfirði voru mjög góðir trollbátar. Í Ólafsvík voru alveg snillingar á dragnót og heima á Rifi voru við bara mjög góðir á línu. Og öllum þessum stöðum gekk vel. En það fekk hver að vera með sína sérhæfingu. Svo sá ég stundum annars þar þar sem menn voru grautandi öllu að þá fór þetta allt í kostnað. Já. Þannig að ég var alltaf með á hreinu að þú getur verið góður í hverju sem þú vilt en þú er þá einbeittar að því og gera það vel og líka, þú er líka una náungunum ef hann gerir eitthvað vel þá getur þú gleðst fyrir hans hönd þú þarft ekki að vera að gera sama og hann ef hann gera það vel þá er það bara gott fyrir okkar samfélag. Já, þetta er skemmtilegt að heyra þetta þannig að þú hefur í raun og veru haft þessa fyrirmyndir af Snæfellsnesinu bara heim á Rifi og þú séð hverjir gerðu gott mót og hérna hver lykillinn var að því og það var að sérhafa sig að vera góður í einhverju. Ég settir eina sögu að pabbi átti bíl til að keyra út á Hellisstrand. Svo kom einu sinni 17 ára strákur til hans sem var mjög flinkur í höndunum, elskaði bíla og flinkur. Hann segi við pappa, á ég ekki bara kaupa bílinn að þér og reka hann og þú bara borgar mig ákveð gjald fyrir að keyra fólkinu. Pabbi var fljótur að segja já. Hann var ekki mikill bílamaður og þessi maður sá alla flutningarna og var með gott fyrirtæki eða alla sín ævi. Hann kunni bara á bíla, gerði þetta vel og engin vandamál. Happasokkurinn minn sko klára fyrir næsta útdrátt. Ég var í þegar Hannes varði frá Messi. Aldrei kleka síðan. Aldrei þvegir heldur. Hafðu heppnina með þér alla 50 Happdrætti DAS. Já, talandi þessa sérhæfingu mér langar nefnilega að rifja upp ég er ekki vissum að séu margir sem að deilaði með mér að muna svona vel eftir þínum sviftingum í sjávarútvegi en mér langar að rifja upp það þegar þið bræðu, þú og Hjálmar þið voru reynduð að kaupa ykkur inn í útgerði að við voru búin að kaupa hlut í útgerði í Vestmannaeyjum inn í vinnslustöðina í gegnum Ufsaberg eða Brimberg. Nei, það var þannig að Sigurgeir sem var hérna framkvæmdastjóri vinnslustöðarinnar kringum 2000. Þú tala Sigurgeir Brynjar Binna í vinnslustöðinni, já. Hann hafði unnið í Íslandsbanka og hérna 1993-94 og þá var ég alltaf að reyna að fá lán fyrir kvóta. Það vildi engin lána manni fyrir kvóta. Þá hitti hann einhvern veginn því við vorum aðeins saman á einni vorvertíð og hérna heima, þannig eftir skóla 78 og þá gaf hann mér góð ráð að ég gæti fengið smá lán hjá Íslandsbanka. Svo tekur hann við vinnslustöðinni
og þá hringdi hann einhvern veginn í mig og þá gaf ég hann bara mín ráð, hann spurði mig og gekk fínt og svo 2000 og kringum áramótið 2003-04 að þá vildi Óli Ólaði sambandi selja sig út úr vinnslustöðinni og þá hringdi Binni mig og líka að Gunnlaugur Ólafsson það var útgerðarmaður í Vestmannaeyjum sem var Gandhi, afbragðsmaður og þeir voru að pæla að kaupa og leita ykkur meðfjárfestum og ég rætti þetta við Hjálmar og Hjálmar hafði unni í Vestmannaeyjum einhvern tímann hérna kringum 1980 og var svona aðeins skeptískur hann sagði að það væri svo mikill rígur á milli Vestmannaeyinga en eina sem gæti allan að sætt sig við að vera að tala illum aðkomumannin þannig að Hjálmar sagði þetta við mig rígur innbyrðis meðal Vestmannaeyinga en þeir eru sameinast í því að eða kemur ykkur aðkomumaður þannig að við ákveðum að fara með þeim sérstaklega að því að við höfum bara gott þess að menn að segja bæði Gulla og Binna og sérstaklega Gulla, ég hafði unnið með Gulla ég hafði ekkert mikið unnið með Binna og svo þannig við settum sér skilyrði að við myndum eiga 48% í svona eignarhaldsfélagi sem keypti Óla og Lút og Halli, Gulli og svo mágur hans, Halli, Gísla þeir áttu 48 og Binni 4% að því ég sagði Binna, ég ætla ekki að bera ábyrgð á ykkur í Vestmannaeyja því ég veit að lífæði Vestmannaeyjar útgerð og svo byrjuðu bara og allt í lagi en svo deyr Gulli fekk hann að krabbamein og dó bara mjög hratt og þá tekur Halli við og þá kannski kemur þetta akkurat inn á það sem við vorum að tala bæjarútgerðin áðan eða Reykjavíkurborg að því Halli var þá starfsmaður Vinnslustöðvarinnar og hann verður þá stjórnarformaður og svo eru þeir að reka þetta bara Halli og Binni og við Hjálmar fannst þetta svona hefði mátt vera með betri báta og vinnslu og svoleiðis. Það er það sem að vaki fyrir mér líka svolítið að spyrja það þessu. Ég skil svo vel að hafa klæjað í puttana að horfa upp á þessu útgerð sem að hafði og hefur meiri burði. Það má straumlínulega ýmislegt og endurnýja skipakost sko. Já, en svo þannig að maður svona reyna og kannski hefur maður ekki alltaf farið kannski vel af þeim. Maður stundum bara svona einhvern veginn eins og þegar maður var að spila fótbolta í leiknum þá lestu bara félaginn heyra ef hann stóð sig ekki, gaf sig ekki á mann en svo eftir leik þá var bara allt búið og einhvern tíðan hafði ég verið að skamma á Vestmannaeyingana mér fannst þá sko að vera með lélega báta ég var að tala Guðmundi í Nesi ég var komið Guðmundi í Nesi og svo keyptum við Brimnesið og ég glemdi að segja að sko svo smíðum við tjaldana 1991 línubáta, alveg sérhæfða línubáta mjög flotta og alveg eðal skip þannig að mér lyttist alltaf að koma þetta til Vestmannaeyja og við áttum svo mikið að bátum og forljótum og Hjálmar var ekkert ánægð með vinnsluna en Binni var þá alveg heilugur því hann sagði sko við hefum engan pening og ég sagði Binni stundum verðum að taka lán sko en svo gerist það bara við erum ósámálaðna 2007-08 og þá vildu þeir fara að taka vinnslustöðuna marka eins og eiginlega öll önnur félög var að fara að markaði vinnslustöðun var að markaði bara og þá man ég sagði við Binna sko að ég held að gengi að vera í kringum 5 á vinnslustöðuna markaði að hann gæti að hýrt okkar hlut á genginu 8,5 að því við höfum sagt við erum tilbúin að kaupa á því en við fengum mat og það var svona hlutlægt mat að upprúsnefur var að gengi 20 og þá hefum alltaf svona 40-45% og þeir fóru eitthvað í fíl og eitthvað hefum að gert eitthvað til að ergja þá sko að og þeir bara svo nei, við ætlum að taka félagið markaði, við ætlum bara að frista ykkur inni og ég sagði, við Hjálmar stundum þolinmæði, þá kannski verða að gera þetta í áratugi en við vorum aldrei alltaf að kaupa meirhlutan í þessu nema bara fyrst að tóka að markaði En eitthvað hefur kannski langað til þess að laga aðeins til þannig Já, þetta er alltaf Vestmannaeyja besti staður í Íslandi til að vera með uppsjávarútgerð og við vorum alltaf að hóra saltfiskinn af því að við sáum það að það er stór vertíðafiskur í kringum eyjar og við vissum að það væri frábært að vera með saltfiskverkun og uppsjávarútgerð í Vestmannaeyjum en við höfum aldrei trú á þessum togurum við höfum við ekki hana það sko Nei, en sko hvað sko getur verið að andstaðan hafi verið voru menn brendir á fortíðinni voru menn
heldur að verið þrýstingu frá bæjarbúum menn hrættir að ef þið kæmuð inn með meiri hluta og myndi kaupa meira hlutafé að þið færu þá burt með aflaheimildinar? Já, ég held að það sé og það er ekkert óeðlilegt. Já. Og en svo enda þetta, svo voru við hérna í deilum og við vildum komast út og svo enda með því að þegar ég kaupi hlutabréfin í Granda 2018 að þá seldu við þetta bara. Já. Og vorum bara sáttir að fara út sko. Já. En við vildum meina að það hefði verið hægt að ná miklu betri árangri. En kannski var það því að það var ekki samstæði stjórnin eftir Gulli fór. Nei. Og þá er svo erfitt að ná árangri ef eigendurnir ekki sammála. Það er rétt. Og svo skilum maður þessi byggðasjónarmið náttúrulega sko. En sem hryggjastykkið í sveitafélagi, eða sko í Vestmannaeyjum, það er útgerðin. Já, en bara til að klára þetta mál hjá okkur. Því að vinnslustöðin er svona gott, svona kannski bara svona verkefnis fyrir háskólanemendur eitthvað svoleiðis. Ef eigendurnir ekki sammála, þá er rosa erfitt að ná árangri. Og félög þurfa að vera með skýra sýn. Við Hjálmar vorum alltaf með skýra sín í okkur, við vildum bara hafa góð skip, verðum með góða vöru, svo kæmu peningarnir eftir á. Og það er ekkert að reikna allt í ræmun, sko, bara stundu þarftu bara að loka augunum og láta gossa á þetta, sko. Þú er bara að hafa trú á þessu. 2018 gengur út eða selur þinn hluti í þessu, þá fækkar í eigendahópnum með það ekki hjá vinnslustöðinni? Eða hvað? Nei, þá kom kaupfélag Skagfirðinga keypt af okkur. Já, en ég hef veltaði fyrir mig hvort það sé eining eða óeining þá milli eigenda þar núna því að við lásum fréttir að daginn að Binni var að barma sér yfir að nú væri félagið að skila tapi sem að ég held að væri ekki hægt núna í núverandi árferði. Já, ég þekki það bara ekki nógu vel. Ég hef ekkert, einhvern veginn bara þegar ég seldi þá var ég bara glaður og tók bara við næsta verkefni. Já. Og hef ekkert verið veltu sér neitt fyrir mér. Lykilatriði að hafa þetta eins og í boltanum að geta rifist aðeins inn á vellinum og svo þegar mann komið svo er þetta bara búið maður. Svo er þetta bara búið. Já. Herðu, æsum okkur aðeins aftur tölvum aðeins SFS. Sko á árum áður þá minnist ég þess að þú hafi verið kannski einn útgerða manna sem að gaggríndir SFS svona opinberlega og hélsti utan samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi á einhverju tímabili var það ekki? Jú, ég var fyrir utan nokkuð mörg ár. Af hverju hélstu þið fyrir utan SFS og hvað breyttist? Af hverju gekkstu inn aftur? Að því að ég tók fag þegar ég var í Ameríku. Ég hafði svolítið gaman að skólanum í Ameríku. Já. Og eitt fagi var það að ef þú kemur í sjónvarp og segir ósatt, þá sjá það allir. Ok, hver sagði ósatt? Stjórnmálamennir í maí 1992 þegar þeir sögðu að þjóðin ætti nytjastofn af Ísland án þess að skýra það út fyrir þjóðinni hvað þýðir það og síðan eru við búin að rífast þetta endalaust þessi orð þannig enda með því að ég var nú að klára að skrifa grein í gær nákvæmlega þetta að því að við erum með hafréttasáttmála sem eru 156 þjóðir í dag búin að skrifa undir. Allan nema Bandaríkin. Nákvæmlega, ég ætlaði að segja að Bandaríkin var ekki búin. Að því þar eru skyldur. Og þegar fiskurinn er í sjónum og hann syndir, hann er bara frjáls. Alveg svo fuglinn. Og þannig að það getur enginn verið með eignarrétta stöðu á fiskinum í sjónum eða fiskistofninum. Það sem var verið að segja að Alþingi Íslendinga í umboði þjóðar ræður hvernig þessi nytjastofnar eru nýttir innan íslensku fiskveiðilögsögunnar og þess vegna gilda lög frá Alþingi hvernig við skulum hafa fiskveiðum. Svo gerist það eftir 92, ég hef alltaf svo gaman að þessu, að þegar við samanum 3 báta í einn og þá að kannski höfðum við keypt einn bátinn á 100 milljónir með kvóta. Og við samanum eitt félag og svo seljum við bátinn á 10 milljónir. Er þetta að taka bara svona þeoretist dæmi? Nei, bara dæmi hjá okkur. Já. Og þá töpuð við 90 milljónum. Að því við keyptum á 100,
selur hann tilbaka án veiðiréttinda Já. á 10 milljónir Já. og veiðiréttin engin verðmætt í bókhaldi Nei. og þá töpum við 90 milljónum og þurftum ekki að borga tekjuskatt Já. í reksturinn. En þá kom skattmann, Já. ríkisskattstjóri, í nafni fjármálaráðherra og sagði veiðiréttinum eign. Og þá sögðu við, byrju, ertu að meina að veiðirétturinn sé fiskurinn í sjónum og við eigum við fiskinn í sjónum? Já. Nei, sagði Sigur Lindahl, þetta er rétturinn til að veiða. En það var svo gaman að segja í sjónvarpi að útgerðarmennir þykjast eiga fiskinn í sjónum. Og sérstaklega núna í dag, ég er svo gaman að það er svo kallega spekingar hérna í Reykjavík, eins og Hallgrímur Helgason, Egill Helgason og fleiri sem liprir með pennan og flottir í svona snillingar á sínu sviði. Og eiga líka plattform, sko, það er mikið hlustað á þá. Já, og þeir þurfa alltaf að segja eitthvað skemmtisögur, þannig að vilja ykkur hlusta á þá. Já. Og þá er svo fallegt að segja og flotta, útgerðarmaðurinn er búin að stela fiskinum í sjónum af þjóðinni. Já. Og þurfa ekkert að standa að skila á þessu. Þeir eru ekkert að róa en eitt svoleið. En það sem gerðist er það að ríkið heimtar við eigfærum veiðirétti. Akkurat. Og þá er allir að segja við sem eigfæra sem þjóðin á. Já. Þetta er ekki svona. Já, Því við erum hluti af þjóðinni, það gleymist. Upphafið er náttúrulega þetta pennastrikk hjá Sigurði Lindahl. Eða einhverjum sem að voru með í að tryggja framsalið. Nei, þetta er ekki bara það, Nei. Ariel. Þetta er í hafréttarsáttmálunum. Já, svo er það. Það er alveg skýrt. Íslensku kvótalögin, ég held fyrst að þetta væri sér íslensk uppfinning. Nei, þetta er byggt á grunni hafréttarsáttmála að það er ofveiði allan heim. Við þurftum að fá lög til að stoppa ofveiði og við þurftum að fá lög til að búa til eitthvað pening fyrir þjóðina. Sjávarútvegurinn er með gríðalegt skattspor í þjóðfélaginu. Heldur 90 milljarða. Já, 800 og jafnvel meira. Þannig að bara beina skattsporið. Já, til að svara með þessu, þá er það þannig að þú mátt ekki plata. Það er banna að segja ósatt, það er alveg rétt. Sko, það er hægt að deila þetta kvótakerfi og hver á fiskin og allt það, en það er allan óumdeilanlegt að ef mig langar til, nú er ég svona lítinn skemmtibát, og ef mig langar til að, ef ég var í skráðu sko fiskibátur og ef mig langaði til þess að veiða tonn af þorski á ári til þess að bara selja í næstu fiskverkun, þá þyrfti ég allan að leggja út fyrir því 6,5 milljón eða eitthvað svoleiðis í dag sem er kvótatonnið. Nei, miklu betra fyrir að vera bara strandveiðmaður. Já. Það er miklu ódýrara. Já, þá fæði það bara. Já, þú fær ekki tonnið, þú fær enda 700 kíló á dag, en þú ætti ekki kaupa neitt kvótu og ekki neitt. Og finnst þér það ósanngjarnt kerfi? Nei, sko, það var gert samkomulag við ríki fyrir áratugum síðan að ríkið ætti 5,3%. Ekki þjóðin. Ríkið ekki þjóðin. Já, þjóðin eru við, ríkið er svona apparat sem við eigum saman. Ríkið á 5,3% af veiðiheimildum og hefur heimild til að nýta það eins og það vill. Ef ríkið vill nota þetta 5,3% í strandveðar, þá er það bara ákvörðun ríkisins. Og ríkið held ég að sé ekki að hugsa sér 5,3% sem arðsemi inn í samfélagið. Þetta er meira til að hjálpa brothættu byggðum, ykkur sem voru undir og bara falleg hugsun. Já, ég held að við getum alveg sammála það. Það spila byggðasjónarmið sterkt inn í og jafnframt líka bara svona sjálfsmynd þjóðarinnar geta farið út og sótt sinn fisk og allt það. Við getum ekki verið ósamlega það þó svo að skattspori sé kannski ekki endilega jafn mikið á baku hvert kíló að veitum fiski. Já, við fáum bara meira frá Landsvirkjun í staðinn. Nákvæmlega. Já. En til að klára strandveiðarnar, það er mikið umræðinni, en það sem ég myndi segja að vera mesta ógnunin við strandveiðar er að þeir ákváðu að það var þetta fjölga endalaust inn í hópnum. Inn í strandveiði hópnum. Já. Af því ríkið hefur bara 5,3%. Já, og eins og töluðum áðan þá kvótakerfi sett á til þess að stýra svolítið þessu heildarmagni sem er veitt. Já. Það er búið að skera það mikið niður frá því það var sett á, heildina. Já. Þannig að það verður svolítið erfitt fyrir ríkið að reka strandveiðarnar eða er ekki með ykkur svona lög og reglur nema bara móði náttúruna að grípa inn í og frá mánudegi til 50 verður alltaf bræla á sumrin, sko.
Ég vissum að Strandvík allir verður ekki kátur að heyra þetta. En já, þú hefur sagt þetta sem nefndir á þann að fiskurinn eigi sér sjálfur, að hann sé ekki endilega eign þjóðarinnar eða eign ríkisins eða nokkuð svoleiðis. Ef við setjum þetta aðeins í samhengi við aðra auðlindir, við mætti að sama segja til dæmis bara vatn, jarðvarma, fallvötn og fiskin hjá bóndanum sem á einhverja fína lax á. Já, þetta þessi svo kallar auðlind. Hvað auðlind? Það eru margar auðlindir á Íslandi og fullt af auðlindir núna sem við erum ekki búin að fatta ennþá. Bara svo andrúmslofti er það svo auðlind og eins og með kolefnisskattin og við erum með vindi núna og lefa vindmyllur og segjum við ætlum að lefa vindmyllur. Hver á vindin? Já, ekki núna heldur. Hver gefur þá leyfi? Nú vil þessi bóndi setja vindmyllu hjá sér og hinn líka og þá segir ríki, nei, ég vil bara eina vindmyllu og hver fær þá að setja vindmyllu á sína lóð af því að ef hann fær þá fastendagjöld af vindmyllunni sinni og eins og nú eru deilurnar vatnsaflsvirkjarnar, það þarf að vera svona heilsta stefna hjá Íslendingum auðlindanýtingu. Viltu að ríkið reki alla auðlindanýtingu á Íslandi? Viltu að ríkið reki hluta og svo þjóðin hinn hlutan? Það gleymist alltaf að einstaklingarnir á Íslandi ekki í vinnu hjá ríkinu. Það ríkið sem að þjóna einstaklingunum á Íslandi. Að því þjóðin á ekki að vera þræll ríkisins, þá að vera öfugt. Og þá tekur við með auðlindirnar að auðlindin þá í ríkiseigu eins og Landsvirkjun. Landsvirkjun í ríkiseigu og Landsvirkjun keypti fullt af réttindum af landeigandum bara fer aftur 1000 ára aftur í tíman til að búa til sitt rafmagn. Akkurat. Og ef einstaklingur býr til rafmagn þá þarf að gilda ákveðna reglur og ég held að sé nokkuð góð samstæða við á Íslandi að það eiga að vera auðlindagjöld til þeirra sem nýta auðlind en þau eiga að vera hógvær og skilvirk og gagnsæ. Í dag finnst mér mest umræðinni bara eins og fiskurinn sem eina auðlindin á Íslandi og það sé aðal vandamáli. Já, það nefnilega það sem er svolítið sérstakt. Mér langar að skjóta mér aðeins inn í það og þá með þann vinkil sem að ég vil draga aðeins samtök fyrirtæki að sjávarútvegi inn í þetta vegna þess að mín persónulega upplifun svo að SFS hefur kannski rekið sinn málarekstur farið þetta svolítið á hnefanum. Heiður og Lind hefur farið í alls konar viðtöl og með sínum lagaklækjum tætt í sig viðmælendur og þetta hefur alveg virkað síðustu 10 árin eða svo á meðan það hefur verið milli gæsalappa rétt fólk við sem að hefur haldið í stjórntömmana í ríkisstjórn. Ég held að þessi strategía sé að koma svolítið í útgerðarmönnum í koll í dag að hafa farið þetta með svona hörðum, sótt þetta svona hart fram í staðin fyrir að eiga mýkra samtal við þjóðina vegna þess að nú að mínum mati eru pólitíkusar ekkert annað heldur en viðhlægjendur kjósenda sinna og ég segi þetta ekki til að smætta þá heldur bara eðlilega flestir pólitíkusar eru svolítið að þóknast vilja sinna kjósenda eða almennings þess hluta almennings sem að kýs þá og þá velti ég fyrir mig hvort að SFS og strategía SFS síðustu 10 ár hafi gert það verkum að almenningsálit á útgerðinni hafi fallið niður og í dag sé þar að leiðandi backup eða meðbyr meðal kjósenda þeirra flokkar sem eru við völd í dag gagnvart því að sparka svolítið í útgerðina. Já, það er líka að því 70% kjósendunum eru á svo stóru Reykjavíkursvæði og þá spyr ég hvað er útgerðarmaður? Eins og ef þú tekur Brim, það er lífeyrissjóður með 40% af hlutafénu. Hver er það útgerðarmaðurinn af Brimi? Er það stærsti einstaklingurinn sem er í Brimi? Er það forstjórinn? Af því að það er búið að þinna, þetta er svona hvað ég segja, að koma svo mikið frösum í Íslands samfélag
að því að í gamla dag hjá mér var að útgerðarmaður sem átti bátinn og gerði bátinn sinn út hann gæti verið skipstjóri líka hann gæti líka verið bara útgerðarmaður í landi og köllum hann kallinn í landi svo kallinn upp í brú notum alltaf kallinn sko, svo þú þekkir og hérna þegar ég kendi Reykjavík 1995 þá eru milli 20 og 30 einstaklingsútgerðir hérna í útvegsmannafélag Reykjavíkur núna, þetta er 30 ár þá eru 2 útgerðarmenn eftir í útvegsmannafélag Reykjavíkur hinir allir eru búnir að selja hver einn og einasti þeir eru búin að þjappa, það er búin að þjappa sér saman það er engin stór útgerð í Hafnarfirði engin í Garðabæ engin í hérna skal ég segja þér í Kópavogi engin í hérna Mosfellsbæ raunverulega engin ef þú kalla mig útgerðarmannin að brimi og svo Ásbjörn Jónsson í Fiskhöf við búum báður að Seltjarnarnesi þannig að raunverulega þá engin útgerðarmaður eftir í Reykjavík Nei, en eignarhaldi aftur móti orðið miklu dreifðara eins og nefnum með lífeyrissjóðina og þetta er svona svipað eins og þegar ég les fréttir af einhverjum afkomutölum hjá Krónunni Krónan var með hérna einhver miljandi hagnað skilaði einhverjum 5 milljarðar hagnað og allt æðislegt því að skila til til sinna hlutafjáreigenda og þá hugsa ég einmitt sko, sér fólk geta ekki alla leið þetta er í raun og veru sko almenningur sem að fer og kaupir í Krónunni borgaði hærra fyrir vöruna til þess að geti skila sér í sjóðin hjá lífeyrissjóðnum. Já, þú mátt ekki bara tala Krónu, getur talað bara Hagkaup og Festu og allt þetta, það sé bara allt eins sko. Já, ég er að segja það sko. En til að svara ég að klára fyrst hínu spurninginni með SFS. Já. Já, með almenningsálitið og það. Að sem sagt sko ég vil meina það að við þurfum að fara í massífa upplýsingaherferð gagnvart almenningi hvernig gangverk sjávarútvegsins er og af hverju það er bara svo stór hópur á Stór-Reykjavíkursvæðinu sem hvorki skilur gangverk sjávarútvegs eða hefur áhuga á því og þá má skamma okkur í SFS akkur erum við ekki búin að skýra þetta betur út og það ætla ég að reyna núna á næstu mánuðum að skýra út gangverk sjávarútvegsins það er ekki allir sammálaði en svona er gangverkið. Er ekki allir sammála gangverkinu eða þeirri strategíu að fara út í það að skýra? Nei, það er ekki allir sammála því hvernig gangverkið er. Þegar ég er að segja að þjóðin eigi ekki fiskin í sjónum, margir af mínum vínum, þeir bara súpa kveljur. Já, þetta er svolítið djúpt í árin að tekið, sko, að því að þjóðin upplifar, ég sem Íslendingur, ég upplifi það að ég eigi einhverja prómillur eða eitthvað í landinu, sko. En þegar fuglar er að fljúga yfir Ísland, stundum stóri flokkar, þeir eru að koma frá Grænlandi, koma við hér og fara til Evrópu. Já. Færðu þá sömu tilfinningum að þú eigir fuglana sem fljúga hérna yfir og svo lenda fuglarnir kannski einhvers staðar á Íslandi á einhverjum bónd á stóru túni og bóndin hefur leyfi til að skjóta eitthvað vissmagna fuglum og hann skýtur og græðir fullt af peningum að skjóta þessum fugla svo fer restin af fuglunum áfram til Evrópu er þá þessi auðmikið bóndi bara vondur maður þegar hann drap fuglana sem við eigum, við þjóðin. Ég las eitthvað tíman í bók sem að heiti The Privatization of Waters þar sem að því er varpa fram að það hefði verið farsætla að skipta hafsvæðum upp rétt eins og landsvæðum og getur þá var ekki verið að rífast þetta þá er bara bóndinn, hann á sitt tún og hann má skjóta fuglinn á sínu túnu og getur selt einhverjum miðaldra köllum í harkíla skyrtum aðgang að túnu svo þau getur skotið fugla en og með svipum hætti hefði verið farsælt að skipta bara svona veiðisvæðum eða þar sem bara geografískum svæðum til sjós. Já, en þá gerist það að fiskurinn með sporð og hann syndir á milli svæða. Rétt eins og fuglinn, sko. Já, svo kannski, en svo vill fuglinn sko verpa á einu svæði og borða mat á öðru svæði þegar hann fullorðnast og þá sjá báði bændurnir, þeir verða ná samkomulagi. Annars verður engin fugl eftir. Akkurat. Og það er grunnhugmyndin í alþjóða hafréttarsáttmálanum að þjóðir verða semjum fiskistofan sem synda á milli og svo innan hvers lands verður ríkisvaldi að búa til leikreglur annars drepuðu bara upp alla fiskana og þá kemur hver fær veiðiréttin og Alþingi ákvað 84
En kannski fólk í dag ósátt við þessa ákvörðun Alþingis desember 1983. Já, en það allavega með bera saman íslenska sjávarútveg við sjávarútveg annars staðar í heiminum og sjá að hér gengur okkur vel. Mjög vel. Og það eitthvað sem ekki hægt að líta framhjá. Og við borgum há laun. Já. Ég var í Suður-Ameríku, sjómenn þar, á sambarlega fristutógar, við erum með 26 manns hérna á Íslandi. Já. Þar voru rúmlega 70 manns í Síle og veitum miklu færri tonn per dag og erum með margfalt lægri laun, enga menntun og þetta var bara fátækrahverfi sem þeir byggi. Á Íslandi erum við með vellaunaða sjómenn, þetta velrekin fyrirtæki, við skilum miklum hagnaði til ríkisins og þetta gengur bara vel. Þess vegna skilja aldrei akkur að alltaf vera að breyta fjárhæðar fresti. Bara hreinlega skilja ekki. Nei, já, það akkurat. Finna bara einhverja formúlu sem hægt að keyra á. Sko, það var rosalega lítið rætt sjávarútveg í aðdraganda síðustu kosninga. Bara ekki neitt. Nei. Það var aðeins komið inn á það við ætlum að innheimta aðeins hærri auðlindagjöld. Kristrún sagði skýrt, það verið frábært ef við getum náð næstu 10 árum að tvöfalda veiðigjöldin. Já. Það fannst okkur málefnilegt og skynsamlegt. Og hver staðan núna? Ég hafa búið að leggja frumvarp fyrir þingi og það ekki sinni hægt að finna út við getum ekki reiknað eftir formúlun sem er lagð fram. Er formúlan eins og hún er lagð fram eða eins og veiðigjöldin eru sett saman þau byggjast á 2 ára gömlu verði eða ekki? Jú, en hvernig ætlar að finna verði í Noregi? Já. Og svo ertu með einhverja afskriftir sem er bara einhver leyniplagg inn í hjá ríkisskattstjóra. Að því að veiðigjöldin er ekki lögð á sjávarútveginn, þau eru ekki lögð á fyrirtækin, þau eru lögð á hverju einustu fisktegund. Akkurat. Og svo erum við með rosa fullkomin að gæslepa, eitthvað tölvukerfi, við erum að skrá niður hvað við eyðum miklum peningum að veiða í hverju veiðiferð. Og svo veiðum við kannski 30 tonna ísu, karfa og ufsa í veiðiferð og bara 4 tegundir, 25%. Já. Og þá deilist kostnaðurinn á þessar tegundir. Svo þarf að finna út hvað er skipi dýrt, hvað er mikla afskriftir á skipinu. Já. Og þá þarf að flokka skipalokkan er þetta uppsjávarskip, fristitógara, tógara, bátar og þá er notað einhver skattaleg fyrning til að fá einhver afslætti og stundum eru suma tegundir bara með 0 veiðigjald og aðra stundum bara alveg sky high. Já, ég man eftir þetta kom í veiðigjalda umræðinni 2011, 12 eitthvað svoleiðis sem að það var bersýnilegt að þetta kom mjög illa við fristitógara sumárin en kom eiginlega ekkert við uppsjávarskip í samanburði. Á sumárin, já. Það er rétt. En ég skal lofa því, ef þú myndir spurja stjórnarþingmann núna sem er að ræða með þetta veiðigjaldsfrumvarp, þeir hafa ekki hugmynd hvernig þetta er reiknað. Nei, það hefur komið skemmtilega í ljós þannig í einhverjum spursmál og þætti á Stefáni Einar á sín tíma. Ég velti fyrir mér að flækja málin svona. Nú var Auður Djúpúðga, var það ekki reglan, hún tók 1 fisk af hverjum 12 eða eitthvað, 1 úr hverju tilt af þeim sem að veitu á veiðisvæðin sem hún var búin að slá einhverju yfirráðum yfir? Já, þetta er nú kannski bara góð hugmynd, bara ef við komum að landi. Já. En viltu þá fá stærsta fiskin eða minnsta fiskin? Þannig að en auðvitað á veiðigjaldið að vera bara eitthvað einfalt sem allir skilja og algjör gagnsæi. Ef útgerðin græði pening þá borgar hún tekjuskatt og hitt er kyrrsettur hagnað inn í félaginu nema að þú borgar arðút og ef þú borgar arðút þá eru fjármagnstekjur af því. Að því ríkið getur ekki reynt að taka alla verðmætasköpun í landinu til sín. Eins og ég sé þetta veiðigjaldsfrumvarp, þá er ríkið að segja ég ætla að taka alla verðmætasköpun í sjávarútvegi til sín. Og það er ekki gott, það er bara ekki gott kerfi. Og þá myndi einhver kritisera og segja nei, við erum nú bara að tala um að taka helming af þessari verðmætasköpun til okkar. Já, en skoðum þá tölurnar. Við lendum í fjármálahruni 2005 til 2008. Ríki stóð ekki pliktina sína þar. Nei. Ríki tók að sér að hafa stjórn á landamærum í Íslandi. Ríki er ekki að stjórna landamærum. Alls ekki. Að því að það var sagt 97-8 þegar vorum að ræða Schengen. Já. Að það eru alla líkur að því eða var ekki svona regla á landamærunum. Það eru auðveldara fyrir glæpahópa að færa sig á milli landana.
það er akkurat gerst. Stærsta áskorun sem við stöndum frammi fyrir í dag. Og svo tekur við sjávarútveginn okkur, ef við ofveiðum, þá alltaf fara fiskistofnarnir niður. Og nú letum við ríkið hafa alla vísindarannsóknir á sjávarútvegi. Það heldur ekki skynsamlegt. Ríkið sem skráningarnar og stundum getur ekki sinni skráð aflan. En sko, nú velti ég fyrir mér hvort að því vorum að tala um að þetta var nú ekki mikið rætt í kosningunum eða í aðdraganda kosningana. Núna eftir kosningar þá er bara eiginlega að vera að hamra á þessu. Maður getur varla að opna miðlan á þess að sé að vera að tala um veiðigjaldið, að vera að tala um strandveiði. Það er myndaðist má klopningur milli strandveiðsjómanna og sjómanna sem eru bara á venjulegum fiskiskipum sko hjá stórútgerðinni eða í sannst aflamarkskerfinu. Og ég velti fyrir mér, er þetta vegna þess að útgerðin liggur svo vel við höggi? Er baki svona breytt að það er ekkert mál að sparki í það? Að því að enginn þorir að hjóla í ferðaþjónustuna eða byrja á niðurskurði, þá eru þið bara fyrstir. Hvað var ekki fyrir? Ég held nú reyndar að við höfum gengið í gildruna hjá núverandi ríkisstjórn. Af því að það var allt í steikjaðum. Og þessi ríkisstjórn, hún er ekki búin að ná tökum á ríkisútgjöldum. Og bara eins og þú varst að tala um heimilið, ef þú eyðir umfram, að þá lendur í vandræðum. Ríkið er að eyða umfram. Og ef þú blóðmjólkar kúnna, þá verður enga tekjur. Þannig að ég held að ef við hefum bara sagt, já takk, klárið þetta bara, þá þyrfti ríkið að vera, horfast í augu við eitthvað annað. Ég held að þegar ég horfið svolítið á Alþingi núna og ríkisstjórnina, ég held að það sé svolítið vandræði með hvernig eigi að reka ríkið. Þetta er risa fyrirtæki og stundum held ég að það bara viti ekki hvað þeir eiga að gera. Af því að sjávarútvegurinn er vel rekin. Akkur að vera að reiða offors á þetta. Við erum með skólamál sem ætti að gera betur. Við erum með heilbrigðismálin. Tala ekki vegamálin. Það eru fullt af málefni sem ríkið er með. Sem ríkið ætti að eyða miklu meiri orku í og skilvirkni. Þannig að mér finnst þetta að vera þannig að það er svo þægilegt bara að fara í sjávarútveginn og við erum svona vondumennirnir og eins og ég segi, þú ert með þessa áhrifavalda hérna í Reykjavík sem segja skemmtilega sögur, eru flotti rithöfundar og búa til svona bara skemmti sögur okkur sko. En þeir eru ekkert í raunheimum. Þeir eru ekkert í raunhagkerfunum eða þannig. Já, bara raunheimum. Af því að hvernig ætlar að láta heimilisbókhaldið ganga upp? Ef þú eyðir meira en tekjurnar. Ríkið er ekkert annað en stórt heimilisbókhald. Ég byrjaði að draga saman útgjöldin sko. Og hvað við sjá núna í dag, ef þú tala við tæknifyrirtæki sjávarútvegi, það er enga pantanir í dag. Leið og við heyrum þetta hvað ríkisstjórnin ætlar að gera, þá förum við beint í samdrátt. Sjávarútveginn er ekkert að fjárfesta í dag. Hann er ekkert að fjárfesta í dag. Nú nefnilega sko að og þetta kemur fram í ríkisreikningum á næsta ári. Við erum búin að vera að tala nefnilega um það að einbeita sér að því sem maður er góður í og við Íslendingar, við erum búin að prófa ýmislegt, við erum búin að prófa að vera þarna einhverju útrásavíkingar og erum búin að prófa svona hitt og þetta, opna einhverja pönnuversmiður út í heimi og við erum ekkert góðið því, við erum góðið sjávarútvegi, við erum alveg óbúslega góðið í honum, við erum rekin góða sjávarútvegin og upp úr honum hefur náttúrulega sprottið öll þessi nýsköpunarfyrirtæki og stórfyrirtæki sem eru framalega á sviði í tækni eins og Marel, Keresis og þar fram eftir göttunum. Er hætt við því að fara eitthvað hallundan fæti núna ef það tekir mikil stefnubreiting? Já, það er aldrei gott að maður segir oft í fyrirtækjarestri, ef eitthvað gengur vel, láttu það í friði. Fókusar á það sem gengur ekki vel. Já. Og sjávarútvegurinn hefur gengið vel. Ef við höfum grætt pening, þá höfum við borgað hann í skatt á Íslandi og arðgreiðslur. Við höfum fjárfest á Íslandi. Þetta er allt opinbert. En það er einhvern veginn búin að vera þessi mantra hérna um að við séum að stela frá þjóðinni. Ég held að það sé vandamálið. Ekki, og svo hefur líka eitthvað verið með það að sá arður sem hefur verið greiddur út úr sjávarútvegsfyrirtækjum, hann hefur farið í fjárfestingar í einhverjum ótengdum rekstri. Og það er ekki alveg rétt, af því að
ég bara eins og Ísfélagið, það átti hlutabrif í tryggingamöðstönu löngu fyrir bankarhrunnið og það var svona fjárfestingararmur sem þau áttu og þau hafa notað þá peninga vel og Ísfélagið ekki að kaupa í allt eða öllu, af því að svo maður líka eigendur sjávarútvegsfyrirtækja þeir mega alveg, ef þeir fá borgaðan arð þá mega þeir eyða þeim peningum alveg svo allir aðrir á Íslandi. Já, ég ætla nú ekki að kritisera þetta sko. Nei, ég bara segi þetta að því að það er svo mikið svona hvað kallar þetta upplýsinga óreiða eða staðreinda villur og sjávarúturinn er ekkert umfangsmeiri en annað, þetta er allt opinbera tölur, Capacent er búin að taka út sjávarúturinn er ekkert að borga meira en aðrir, sjávarúturinn er ekkert að greiða meira en aðra atvinnugreina, sem verslun og þjónusta þú ert með iðnaðinn, þú ert með ferðaðina, þú ert með bankageiran og tryggingageiran og orkugeiran en einhvern veginn, við liggjum svo vel við höggju og bara ég kann ekki sjá bara hvernig okkur gengur á næstu mánuðum að fræða þjóðina betur. En hvað myndir segja við til dæmis þingmenn ríkisstjórnarflokka sem að það er eitt sem ég er með í huga sem að hefur verið að skrifa þetta, það fer eitthvað í taugarnar á sömum þingmönnum að það sé fjárfesting af hálfu útgerðar aðila í einhverjum ótengdum greinum og hafa kallað eftir kortlagningu á því og finnst ómögulegt að Guðmundur í Brimi sé að ég veit ekki kaupa í pönnuversmiði eða hvað það nú væri. Það er allt opinbert sem ég geri. Já. Við skilum skýrslu til ríkisskattstjóra, skattarskýrslum og allt og all hlutafélögur skrá hverju eiga. Ríkið er með allar upplýsingar. Mér finnst þetta stórfurðulegur slagur að taka hjá þessu þingmanni vegna þess að sko, það er eitt að biðja meiri auðlindarentu og takast á við ykkur það en það er annað að fara að pöngast í því hvernig þú notar peningi sem þú græðir sko. En það er líka þannig að það er kannski aðeinslega Reykjavík sem fór að byggja fasteigni fyrir 40-50 árum og annar einstaklingur keypti sér bát. Svo núna 40 árum, 50 árum setna selja afkomendurnir fasteignandi sín Reykjavík með miklum hagnaði og hinn selur líka báti sín og kóta með miklum hagnaði. Vist, það eru margir sem er að selja sig út úr gömlum iðnaði og fá mikla peninga og fólk fannst allt í lagi að sá sem keypti fasteignina hann græddi pening áþreifanlegt. Fólk var alveg sátt við það að þeir sem keyptu hlutabréf í Keresis og seldu þau núna í fyrra með gríðarlegum hagnaði en svo er einhver maður sem er fjölskylda sem keypti sér bát og svo fiskvinnslu eins og okkar fyrirtæki er að vera 70 ára gamalt. Já, byggt á tjálsútgerðinni, og ef við seljum þetta hagnað því að vera sjávarútvegi þá er allt vitlaust hérna í Reykjavík og þetta er náttúrulega bara, ég veit ekki hvað þetta er öfund, afbrýðisemi, þekkingarleysi eða bara, þeir eru bara gaman að þessu því að þá hafa þeir eitthvað til að tala Það er allavega gaman að við séum að eiga þetta spjall núna til þess að varpa svona ljósi á þinn hugarheim, þína sína á þetta því að hérna, þetta eru kannski sjónarmið sem að hafi ekki heyrst til þessi þátturinn gerður, það er að heyra öll sjónarmið. Já, og kannski líka eins og mér finnst svo mikilvægt að sjávarútveg sem er góð og örugg skip til minnka sjóslys, ef ég er sjómaður akkur má ég ekki fá frábæra vinnuaðstöðu alveg svo ríkisstarfsmenn, ég veit ekki til þess að skatturinn hafa verið að flytja nýtt húsnæði mjög fínt og skemmtilegt og fullt af Reykjavíkurborg byggja hana ráðhús og hvað var eitthvað rándir bygging Orkuveitan nú skilst mér að Landsvirkjun ætla að byggja eitthvað 2 milljarða höfuðstöðvar svo á sjómaður sem á að fara hérna út í Ballarhaf hann má ekki vera nýju skipi, góðu skipi vera með vinnuöryggi og vera hálft ára á sjó og hálft í landi það er eitthvað bröl ég kaupi þetta ekki. Það verður mikið rifist hérna nýsmíða álægið að sem sagt að sjómenn taki þátt í því að greiða nýtt skip. Hvert er þitt svona viðhorf? Ég hef aldrei skilið þetta og þetta er kannski eitt svona samningamistök sem LIU gerði eða SFS sko. Ég var alltaf á móti þessu álægi. Að því mér fannst þetta svo vitlaust. Og þetta ósanngjarnt gagnvart sjómannum eða Nei, að því nýsmíðaálagi virka þannig að aflahæstu skipin
Já. og nei, það virkar þannig að ef þú tekur frystitogara Já, þá eru kannski 30 frystitogari í þessum flokki ok. svo kaupum við einn nýjan togara og hann veiðir miklu meira en gömlu togararnir Já, að því við finnum meðaltal í flokknum ef okkar togari veiðir fyrir ofan meðalagið þá lækkar kallarnir 10% í launum ef við kaupum nýtt skip og hann veiðir bara jafn mikið og hinir já, þá ekkert nýsmeðalag nei. og þannig að það voru bara stóru útgerðirnar sem gáttu nýtt þetta nýsmeðalag Já, ég var bara sjálfstæður einstaklingur og ég átti engan svo mikið kvóta ég gæti aldrei nýtt þetta nýsmeðalag því að ég var ekki að láta bátinn veiða allt í botn ég held að þannig að þetta var svona svindl álag Já, staðan fyrir ég vildi bara setja inn ef við kaupum nýjan skip þá lækkar bara skiptupróstið 10% ok. skiptir ykkur mál hvað veiði mikið eða neitt eða þú bara sleppir þessu Eða sleppur þessu. Það er greinilegt að þessi reikniregla var saman af þeim sama og samt í veiðigjalda frumvarpið. ég þetta henda bara stæstu fyrirtækjum Já. eða þeir sem veitu bara mest og höfðu mestan kvóta en sjómenn er aldrei að borga neitt niður þú ræður þið bara á þessi kjör sjómanna fórst að skrifa undir þetta Já. þeir koma alltaf til fórst að sjómanna oft kemur bara eins og þeir alltaf leika sig ykkur fórnalömb þeir eru fullnáttni menn við talið hverja skrifa þeir með lögfræðingu vinnu svo koma þeir alltaf fram og segja já við erum fórnalömb Það hefur kannski upplifað að þeim hafi verið stilt upp í vegg á sínum tíma eða eitthvað svona og vil ekki kemur þrýstingur eftir á eða eitthvað, ég veit það sjómenn eru vel launaðir, þetta er allt opinbert og þeir eiga að vera vel launaðir Eiga að vera það, þetta er þetta er ekki gott hjá okkur Jó, þetta er orðið helviti gott Eitt svona í lokin samt, ég segði mér við erum búin að vera kjafta sjáur út af alveg heilengi núna þú ert í einhverju öðru líka þú er búin að sitja í stjórn tækniskólans hjallastefnunar þú lætur þið menntamál þið mikið varða Já, menntamál skipta gríðalegu máli og líka þú kunnir að lesa og getur unnið í hóp, getur unnið með öðru fólki og draga það bara út úr þínum helli sko. og ég sá þegar við vorum í hjallastefnu heyrði nú bara viðtal við skólastjóran Möggu Pálu og ég var svo hrifin að henni, ég hringdi bara í hana og mér varst hugmyndafræðin svo flott hjá henni og hún sagði til henni strákar, þeir geta ekki sitja á rassinum allan daginn þeir var hlaup úti og stundum letum strákan að hlaupa hringin í kringu skólan en stelpunar sátu þá gætu þær aftur farið að einbeita sér eða hún kendi kannski bara ensku út í garði og sagði this is a tree og grass og alveg í tækniskólanum að ríki tók að sér framhaldsskólastigið og ríki vill bara eða sem minnstum peningum í krakkana frá 16 til 20 ára þá ódýrast það bóknám en það er skynsamlegt fyrir þjóðfélagið að mennta krakkar sem mest í iðnmenntun og hlutaðin fyrir svo áfram í háskólamenntun en þú sér núna að við erum að byggja blokkirnar, heilu blokkirnar þú halda hvorki vatni eða vindu og svo kemst ekki sem sólarljós að þessu fyrir 50 ára hefur ekki nokkuð manni dottu að byggja svona þetta er allt hámenntaði spekingar sem er að hanna þetta og hámenntaði spekingar í borgarstjórn og allir í launum hjá Reykjavíkurborg Það hefur ekki verið settu mikil fókus á handverkið. Nei. Ég er gaman að þessu skólamálum og þetta er náttúrulega grunnur að góðu samfélagi en ég er ekki sammála því að ríkið reka allt. Nei, sveitafélögum er ekkert betri til þess heldur. Við sjáum það eftir að sveitafélögum tóku við rekstri grunnskólan þá bara, leiðin hefur bara verið niður og við erum að para við Mexíkó í öllum samanburðu, hvað heitir það, alþjóðlegum samanburði. Já. En svo vilja menn ekki hlusta á þessar tölu sem koma og ég væri ungu foreldri í dag bara eins og þú þá foreldrarnir verða að fara inn í þessi mál finnst þér ekki óeðlilegt að ef þú tekur skólamálin þá er allir þingmenn að röfli mér með eitthvað veiðigjöld skilur nú okkur ég skil ekki þessu umræðum veiðigjöld það er enginn að tala skólamál Hvar eru foreldrarnir? Hvar eru þið foreldrarnir í skólamálunum? Já, ég tek þetta á mig. Það er tvennt, segi ég sem foreldri í dag, það er landamærin og það er menntamálin. Það er þetta tvennt sem er svolítið í ólestri. Já, ég segi alltaf, útlendingar er ekkit vandamál í Íslandi. Nei. Það er stjórn og landamæri. Já, en ríkið með það.
og ríkið bara, ég ítrykki mig aftur, ríkið orðið allt of stórt en ekki sterkt. Ríkið á að vera minna og sterkara. Þetta eru lokaorðin. Líst þér ekki vel á það? Jú. Þakka kærlega fyrir að koma í sjónvarpsstykkum. Takk fyrir.